ferði gegnum fítið þitt og horfir á síðustu póstana síðustu 30 daga sem þú myndir eyða þeim á morgun þeir bara hverfa þetta eitthvað myndir sakna þeirra ef svarið nei af hverju þá byrti það Þetta var geggjað þáttur svo ég segi sjálf frá reynda finnst mér að allir þættir sem við höfum tekið vera mjög áhugaverðir en það er þetta náttúrulega okkar áhuga svið Já, það væri eiginlega skrítið ef við varum að gefa út þættir sem okkur finnst sjálfum svo leiðilegir og áhugaverðir Já, en svo hugsa maður þetta alveg ég get ekki ímyndað mér, þeir sem eru komnir í upptökur á þætti 200 að þeim finnst bara allir þættirnir sínu skemmtilegir það getur ekki verið Nei, allan að misskemmtilegir sko Það finnst allan að allt búið verið skemmtilegt Já, mér líka, mér finnst þeir allir líka fjölbreyttir og svona þó við séum að tala á mörguleiti sömu málefnin þá er þetta alltaf út frá svona mismunandi sjónarhornum Já, algjörlega og hjá okkur í þessum þætti kom sér Andreas frá Sahara sem að ég hef vissulega unnið með í áratug og þekki vel og ég var bara svo ótrúlega glöð að hann væri til að koma því að ég sjálf lít svo mikið upp til hans og ég treysti svo mikið hans skoðunum og aðferðafræði og svona hvað hann er að gera þannig að mér þóttu svo ótrúlega vænt að hann væri til í að koma og deilaði með okkar hlustendahóp og fræða Já, ég sammála, ég er búin að vita í mörg ár auðvitað hver hann er og svona flestir í þessum bransa vita hver hann er þannig að mér leiði bara strax eins og ég þekkt hann en ég var að hitta hann sérst í fyrsta skipti þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt Mér fannst líka hann veit svo mikið og er svo rosalega klár í þessu en það sem mér finnst setja eftir er að hvað hann er samt svona humble hver íslenska orðið hann er ekkert að þykjast vera með öll svör og það er ekki það er ekkert eitt rétt svar við öllum spurningunum og hann er einhvern veginn bara bara prófa hitt, prófa þetta máli, bara gera mistök líka þessu og... Já, ég held að það sé svolítið sem maður lærir með tímanum Andreas var alveg kannski ekki alveg svona humble fyrst sorry Andreas en hann er alveg hann er svo aðgengilegur það er svo auðvelt að tala við hann og ræða málin og fá svona heildarmynd saman Já, hann er ekki bara fastur á sinni skoðun og bara kemur ekki til greina að breyta henni hann er ekki bara, svona vinn ég ætla að gera þetta svona og það er ekkert annað sem er í búði hann er alltaf til í að prófa, læra, þróa skilurðu og svona með við eins og bara kemur fram í samtalinu okkar þá er þetta held ég bara líka pínu bara svona kúltúrin einhvern veginn í þessum markaðsmálum að breytast það voru svolítið svona harða reglur bara eins og svo í spóilinu og inn í samtalið varandi bústakkan það voru bara Já, það var bara hard no, þú varst eiginlega bara þú varst bara virkilega... Það var bara litið niður á þá sem að notuðu bústakkan, en núna er þetta svona, og bara, jú, prófaðu bara, þú þarft ekki að gera fullkomið myndband. Þetta er bara eitthvað, hann sagði það ekki, en bara þú veist, þetta er ekki svona rosalega strikt og bara svona eitthvað eitt sem að virkar fyrir alla. Nei, núna er þetta svolítið meira bara prófaðu áfram, lestu gögnin og sjáðu hvað er að virka, en ekki bara sitja eitthvað og svo ekki líta í baksinspil eða það snýst svolítið að fara smá áfram, lítið tilbaka fara smá áfram, lítið tilbaka og þannig finna tempóið þitt og líka að það sé betra að gera eitthvað heldur en að gera ekki neitt í staðinn fyrir að því ég var að tala það er svo margir sem að mikla þessa efnisköpun og vera alltaf að birta og allt þetta content að fyrir að sleppa því þetta er svo mikið vesen gerðu það bara eitthvað smá og mér fannst hann koma þessu einhvern veginn ég er einhvern veginn allan að persónulega sjálf ekki svona mikla þetta svona rosalega fyrir mér eftir þetta spjall þannig að hann svona var rólegri varðandi þetta allt þetta er ekki svona harða reglur, þetta er ekki svona mikið stress þetta er ekki Nei, það þarf ekki að vera fullkomið og þú veist, og bara eina kannski sem ég segi í grunninn bara fylgdu röddinni og stefnunni sem passa við vörumerkið þitt skilurðu, ekki þú veist, bara eins og þú ert ferðskrifstofa ekki fara alltaf inn og koma með bara að þú átt erfitt með að finna efni, ekki koma með allan að fullta gervigreindar efni, skilur það er kannski líka svolítið, það er smá svona kannski bannreglur við ákveðna geira, þú veist, en bara þú veist, skapaðu bara og ekki miklu þetta svona mikið fyrir þess. Nei, og líka bara stundum er það einfaldasta sem að virka best, það þarf ekki að vera alltaf, við skulum kannski ekki langar nefnilega dæmi úr þættinum en við skulum bara þættinum að tala þetta. Við skulum bara leyfa fólkinu að hlusta sjálft á þessi góðu dæmi frá Andreas. Þetta var frábært spjall og við erum búin að vera svolítið duglegar að taka upp núna í vikunni
Já, við erum að ná góðri rassíu fyrir sumarfrí. Já, en það svona, mér finnst fara að votta aðeins á smá svona bugu núna á 5. degi lok viku. Við erum búin að vera svo duglegar að við þarna, ég finna það, við erum báðar pínu þreyttar. Já, ég held að ég er mjög glöð með spjalla okkar að við ætlum kannski smá að lyfta okkur upp. Já. Það ekki? Jú, þetta var bara besta hugmynd sem þú fengið, sko. Já. Kíkja eins á happy hour. Já, ég sko elska að hjá Setu Okki, sem við ætlum að fara í happy hour, að það sé hægt að fara í happy hour sem er late happy hour, ekki frá bara 4 til 6. En þarna, hvað er þetta, miðvikudagur og 5. í dag, og við ætlum að fara að lyfta okkur upp, að þá er það frá 6 til 10. Já. Það er næst, það er bara svona minn prime time, svo vil ég bara fara heim að sofa, snemma. Já, ég meina það er ekkert margir aðri staðir með happy hour þessum tíma, oftast er það búið eins og segir bara 6-7 eða eitthvað. Akkurat. En já, það er á 50 til 10, en það er eitthvað lengur já, föstudagur og laugardagur, þá er það seinna. Þá er það frá 9:30 til lokunar. Ég held að loki miðnætti. Já, ok, ég man ekki alveg hvernig lokar, allavega já, ég er 99% viss. Já, en það sem ég man er hvað passion fruit þarna mojito, ég held að þessi passion fruit öruglega sem ég fekk mér síðast. Oh my god, ok, það hljóma vel. Við skálum í passion fruit mojito. Já, við gerum það í kvöld, en ég sé líka sumarbústaðin sem ég er að fara í næstu viku í Hillingum. Ok, hvert að fara? Heyrðu, við erum að fara austur í Grímsborgir. Nice, ég á bústað rétt hjá. Ok, þá þarna var ég með að hugsa mér gott í glóðurnar því að ég er að fara bara ein með stelpurnar og það hefur nú komið á einhverjum ástæðum fram í þessum þáttum, ég er ekki svo öflugast í eldhúsinu, sko. Þannig að þá verður líka ansið þægilegt að geta sér allir inn á Selfoss og græjað hitta þetta. Það er geðveikur indverskur staður, hann á hotninu, það sem að miðbærinn er, svo fyrir lappar á hotninu í raun á móti ísbúðinni. Er indverskur staður þar? Það er indverskur staður þar, hann er geggjaður. Okay, maður missir einhvern veginn svolítið af honum að því að hann er ekki í þessum kjarna. Hann er æði, mælu með. Já, þú verður að minna mig á þetta. Ég verði að fara þangað. En mér finnst líka bara fínt að geta brotið dagana upp. Maður er kannski ekkert endalaust að vera heima að púsla í bústað eða fara í gönguferðir. Líka bara næs að taka smárúmt og kíkja þarna inn í miðbæinn. Já, í okkar besta bæ. Nokkra búðir og kíkja á stemminguna. Já, bara tækar og kaupa eitthvað dót til að leika með í bústaðnum. Bara tækar, já. Kaupa okkur bolta og bara það verður svo wholesome. Já, heldur betur. Þannig að við erum bara peppaðar fyrir komandi tími þó að sé aðeins bugar akkurat á þessu ögnublikki. Við erum það ekki í kvöld. Það verður að fylgja svona kortur í sumarfrí. Já. En ef að vinda okkur í það. Við skulum bara hleypa Andreasi að. Herri, gaman að fá þig, Andreas. Takk fyrir. Velkomin. Takk. Við erum að spája bara að byrja þetta strax á lið sem við erum með í hverjum einst þætti. Þar sem við förum yfir svona 3 gildi eða svona jákvæð eiginleika í fara hvers og einn sem er svona kannski skilgrein mann svona sem sitt persónulega vörumerki. Já. Og þessi liður er í boði skór.is sem er samstagsarlið okkar. Og ég sendi þér þetta í gær, þannig að þú hefur fengið smá tíma til að hugsa. Já, vissulega. Sko, ég er búin að fara mjög svona fram og tilbaka með þetta, en ég held að sé svolítið líka með að það svo áhugaður, sko, því að ég var að hugsa um þetta, að ég tala með þetta konum minn líka, að ég í vinnunni er eiginlega allt öðruvísi en ég heima. Já. Þetta er svona, þetta er 2 mjög ólíka típur einhvern veginn. Er það samt ekki alveg þannig? Ég er alltaf verið þessi vinkonuarna heldur en vinnuarna. Já, örugglega, og ég veit ekki okkur maður gerir þetta, veist, en þetta er bara, maður setur bara einhvern í stellingar. Það er eitthvað karakter þegar þú mætir í vinnuna. Já, ég held það, sko. Þú ferð úr karakter þegar þú kemur heim. Pínu. Eða aukt. Heima er ég bara, pabbi og maður og svona ólík hlutverk, já. Og þú veist, en í vinnun er ég bara einhvern veginn allt unni típa, þú veist, en já, svona ég hugsaði þetta og sko, ég hugsaði þetta mikið, ég myndi kalla sjálf mér, sko, ég er mjög metnaðarfullur fyrir því sem ég geri og ég er mjög svona gagnadrifin, þannig að ég trúi mjög mikið á svona clarity, þú veist, í því sem ég er að gera, þú veist, þannig að allt sem ég geri er í rauninni, þú veist, það er alltaf eitthvað impact og eitthvað effectiveness af því, en ég er mjög erfitt með svona vanity, þú veist, sem bara eitthvað óáþreifanlegt, en þóttu að, þú veist, vinnandi í marketing, þá er það svolítið bara óumflýjanlegt, en svo finnst mér að eitthvað sem svona smitast á milli, sko, er að ég er alltaf hort þar um svona vinnu minna og það er líka í vinnunni, þú veist, ég er mikið
kannski svona full mikið þegar maður í rekstri, þú veist, þá ég svona, vill ég bara góðu alla og leifa öllum einhvern veginn svona að bara Ætti fara yfir í meðvirkni? Já, einhver leiti sko og en svo kannski svona hluta af jákvæðu og neikvæðu svona, ég er mjög kröfuharður bæði á sjálfa mig og svona fólki í kringum mig eða svona ég og ég held að það sé bara jákvætt og neikvætt svona bæði fyrir fólki í kringum mig sem þá bara aðeins svona, þú veist, kannski næja íta upp á eitthvað annar level og en kannski stundum full mikið en ég held ég bara fínt balans þar og ekki 3, cirka ég held að það er 4 samt, en það er bara fínt það er bara með fleiri já, nákvæmlega, mér finnst þetta góð leið til að svona brjóta í sinn og kynnast viðmælandunum aðeins að byrja alltaf bara á þessum lið en áður nú höldum lengra yfir þá ekki bara opna okkur einn Kristall Plus hvað er klukkan? Það er ekki orðið of seint núna, er það nokkuð? Ég held að það sé fínt ánum höldum lengra hvað ert þú með? Hvað bræðir þú með? Ég er með hindber og fersku ok, ég fór í lime og þetta sem er ekki hægt að byrja fram núna Hiyaganatsu þetta er svo gott ég veit ekki hvað það er nei, en fyrir þá sem að vita ekki hver þú ert hvernig segiru hvað þú gerir í einni setningu? Ég held að einsetning ekki nóg sko. Nei, ég held að það sé svolítið yfir mikið starf sko, ég er leiðið strategíu og vöxt hjá Sahara auglýsingastofu og var lengi vel yfir stafrundeildina þar og en ég hef oft kýsótt að kalla sjálf mig svolítið bara svona allt múlíkt mann ég bara snerti svona öllu og það er svolítið svona þessi starf myndið við þróast út í og við erum svolítið bara svona með puttana í flestu og svona draga það saman í eitthvað svona kannu segja one source of truth já þú ert búin að vera hjá Sahara frá upphafið það? 10 ár þannig að það er langu tími ég bara, mér finnst alltaf gaman líka að segja frá því þegar ég byrjaði í Sahara og ég sé ekki hvað auglýsingar og samfélagsmiðlum voru það veist, fyrsta vika mín fór í það eða eittist í því að horfa á vídeo og LinkedIn hvernig samfélagsmiðlar og auglýsingar voru þannig að og í dag er ég hér og það er bara mjög gaman að ég lærið ekki til tengslu þetta það er bara svolítið svona gaman líka bara hvað maður getur mótið svona í leiði sko. Algjörlega, bara vera opinn og til í að prófa og finna áhuga og já, líka bara snert og helling og nú ert að kenna líka já, Sahara Academy og það er alltaf gaman að segja það en ég á alltaf brot svolítið í fyrsta hópnum sko. Sahara Academy ekki það, ég ætla ekki að vera að púsa því eitthvað jú, endilega en já, við lendum mjög erfiðleikum á sínum tíma bara Sahara að finna svona fólk sem við vildum ráða inn og þangað til að fyrir framkvæmdastjóri kom bara með geggjaða hugmynd og ég skal fyrstum haldi á það að ég var skeptiskur til að byrja með og en bara var að taka þann sokk sko, en hefur líka gengið bara mjög vel síðan þá en voru 7 manneskjur í fyrsta námskeiðinu og 9-5 alla virka daga og ég kendi svona meiri hlutan af því námskeiði og af þessum 7 þá réðu við 6 eftir námskeiði hefðum ráðið 7. og nóg að flytja til Akureyrar en og af þeim eru að ég held 4 ennþá hjá okkur, svona 4 mánuð síðar þannig að gaman að hafa líka bara fylgst með þeirra vextum ég veist alltaf eiga svona pínlítið í þeim sko þú veist, ég eittir svo miklu tíma með þeim og svona líka bara gaman að sjá þær, þú veist, vaksa hvort sem að sé hjá Sahara eða eitthvað annars Er ekki líka alveg, nú er þið líka komið með annað félag Jú. sem heitir Unio og er þið ekki líka með einhverja þar úr öðrum útskriftarhópum? Jú, og það er, og við erum alltaf líka bara akademi hefur verið svolítið svona hvað maður segja svona útbungunarstöð, við getum kallað það bara yfir sérfræðinga og eitthvað svona sem við getum leitað í en líka bara ótrúlega gaman að sjá fólk þú veist sem hefur unnið bara á öðrum auglýsingastofum eða bara nýta þetta sjálft og ég held þó nokkrar stofur sem var svona litla stofur sem var sprottið upp úr fólki sem er komið á akademi. Ég ætla einmitt að spyrja svona, er þetta einsleitur hópur sem er að skrá sig í Sahara Academy eða er þetta fyrirtæki eigundur eða er þetta fólk sem er í starfsleit eða bara allur gangur á því sko, mér finnst það líka bara margir sem er svo kannski bara svolítið að finna sig þú veist, langar svona að finna stökkpallin yfir eitthvað annars, úr því sem er að gera í dag og en ég finnst oft gátt svona að tala með þetta svona helminguna fólkinu sem kemur
kemur til þess að bara einfallega fræðast bara út hvað gengur þetta, hvað þýðir þetta allt, þú veist, hvernig virkar þetta. Svo hinn hópurinn sem ætlar sín að fara að gera eitthvað við þetta, að vinna við þetta eða sækja starf og það er líka bara gaman að sjá hvað það mismunandi hópur. Algjörlega. Já, það áhugavert. Á þessum 10 árum síðan þú byrjar í Sahara, það er ýmislegt breyst í bransanum og varandi tækni og miðla og svona, eða horfðu tilbaka, hver er svona stærsta breytingin sem hefur orðið á þessum árum? Bara svona í einni setningu? Nei, á þessum árum, ég meina ég bara frá því að byrja, hver er munurinn á jobbinu núna á Íslandum? Sko, ég held þetta líka bara þróið svolítið, ég hef oft sagt þetta sko mér finnst líka bara markasetning, þú veist, hvort sem að séu samfélagsmiðlum eða bara almennt, þú veist, svo hún er náttúrulega ekki einsleitt, þú veist, og þú veist, ég vakna eða sko hver með einasta degi vikunar og ég er örugglega með aðra skoðun en daginn áður, þú veist, hvernig á að gera hlutina. Já. Og og mér finnst það líka oft svona að vera þannig, ég segi þetta oft líka tekið þetta fyrir í akademíu líka, þú veist, ef markasetning væri einföld, þá væri eitthvað meistari búin að skrifa bókum það og við værum öll að gera það sama. Það bara er ekki þannig, þú veist, hver einasta viðskiptavinur og hver einasta vara eða þjónusta sem auglýsa er öðruvísi. Og þar alveg er þetta líka svona svo erfitt að segja, þú veist, þetta er stóra breytingin sem gerðist, eða þú veist, það var samfélagsmiðlar eða TikTok eða gervigreindin eða hvernig sem er, þú veist, ég held að sé bara svona mismundi bara sjónarhorn og perspektíf sem fólk tekur í það. En ég held að eins og bara, veist, fyrir mig og Sahara sem stofu sem hefur þróast og mér hefur svona fundist alveg bara gaman, þú veist, þegar ég byrja í Sahara þá vorum við bara að sjá auglýsingar á samfélagsmiðlum eða Facebook og Instagram og mér varst alltaf gaman sko, fyrstu fundin sem ég tók í Sahara snýrust ekki þú veist, hvað ættir að gera á samfélagsmiðlum, heldur var einfalda bara, ættir að vera á Facebook, ættir að vera á Instagram, þú veist, og mér finnst það ekkert svo langt síðan, það er bara 10 ár, þú veist, og ég man ennþá eftir bara mörgum viðskiptunum sem ég maður bara þetta var umræðan, en í dag er þetta orðið, þú veist, átt að vera á Meta eða Google eða TikTok eða þú veist, einhverju SEO fyrir AI eða hvernig framleiðslu átt að vera í eða hvernig grafík átt að vera í. Þetta er búið að þróa svo svakalega og ég held að þetta sé alltaf að verða margar rásir, þetta er alltaf stærra, ég held að maður sé alltaf að svona mikið bara, og við líka bara svolítið svona að reyna að finna þetta er rétt að balans. Hvernig myndir þið eins og núna bara, við erum svolítið að fókusera á einmitt frumkvöla og þá sem eru svona að byrja sín fyrstu skrefi í fyrirtækjarekstri hvernig, hvaða rás hvað á maður að byrja? Mér finnst þetta náttúrulega ekki spurning sko, hvað átt að byrja og heldur ég held að sé bara þú veist, hvað áttu heima þú veist, einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn allir vera svolítið vera að reyna að finna svona, já, ég ætla að fara ég ætla að vera á Facebook og ég ætla að vera á TikTok og svo ætla ég að vera á YouTube og svo ætla ég að keyra ykkur billboard-auglýsingar eða sjónvarpsauglýsingu en án þess að kannski endilega vera með eitthvað svona hvað viltu fá út úr þessu? Hvað er markabröðin? Já, og líka bara mér finnst það líka að vera svolítið svona hádramatist en við lifum einhvern svona í þannig tímum að við höfum aldrei haft jafn mikinn aðgang að gögnum samfélag okkar þú veist, hvort sem það heitir gegnum gervigreindina eða veist, TikTok, þú veist, unga Gen Z er að koma núna og þau eru ótrúlega virk í athugasemdakerfum og svona og ég held að sé líka bara þú veist, það er búið að vinna það í gegnum árin, þú veist, við séð þetta þú veist, þú ert komið með, þú veist, Facebook gerði það svona tíma með grúppum undir síðuna sínar þú veist, Instagram er komið með Instagram channel, þú veist, TikTok þú veist, það er búið að þróa þetta en þetta er ótrúlega svona vannýtt hvernig við náum að búa til community og mér finnst það miklu frekar eitthvað sem við horfa á, þú veist, hvar get ég farið og búið til samfélag sem hefur áhuga á vörunni minni eða þjónustunni, miklu frekar en að segja, ég ætla að fara á Facebook og þar get ég komið mínum skilabum áleiðis, heldur, hvar getur þú búið til samfélag sem verður sem hefur áhuga á vörunni þinni eða þjónustunni, þú veist, og verða síðan, þú veist, þínir svona helstu superfan sem taka vörumerkið þitt lengra og búið til svona word of mouth og ég held að það sé líka bara sterkast í öllu sem við sjáum, þú veist, við erum með rásir en sko, word of mouth marketing er líklegast og verður líklegast alltaf sterkasta markasta rásin sem við höfum veist, en hvernig ná að búa það til? Já, hvernig gerum við það? Já, myndir þarna að segja þarna áttu að vera að nota
áhrifavalda, þarna áttu að vera að nota sjálfan þig og vera að sína frá baku tjöldin, hvað áttu að vinna í, mistök dagsins, hvað sem áttu að vera sjálfur að búa til, UGC content, hvernig, bara aftur, við erum að hugsa þetta svolítið lítið, þannig að ekki komið fyrirtæki sem komið mega hagnað, þú ert svolítið að bara byrja, hvað af þessum leiðum best að fara til að byggja upp þinn kúltúr eða samfélag? Ég held að það sé bara rosalega mismynd eftir hvernig fyrirtækið og ef það var eitthvað ein leið þá erum við alltaf að gera þetta en ég held að sé svolítið bara að maður horfa svolítið kannski bara inn á við og líka bara ekki fara að kynna sjálfa sem einhvern stofn ef þið líður umulega fyrir framan kameruna það mun skína í gegn ef þú ert ekki authentic í gegnum það sem þú ert að segja og skilabúðin og en ég held að sé líka bara hvernig kemur áhrifavaldar klálega, mér finnst þeir mjög vannýttir en oft líka rangnýttir hefur ekki kallað það og hvernig þá? Bara svona oft kannski struktúrun á bakviða og bara svona hvað þú ætlar að ná út úr þeim, þetta ekki bara svona kasta vöruninn í áhrifavaldinn og hann gerir eitthvað vídeo og það flugvel og síðan ætlar að horfa bara vöruna þinn að skyrocket einhvern veginn upp, það bara virkar ekki alveg þannig, heldur svolítið hvernig virkar þetta allt hvernig byggir upp langtíma sambandi og komandi áhrifavaldi byggir tröst Þú ert ekki að meina þá að þetta sé þá fyrirtæki sem að velja í rauninni rangan áhrifavald því að hann passar ekki við örugglega einhverjir þú veist og þetta er bara stræðu en líka bara þetta ég held að sé svona algeng umræði kringum áhrifavalda að ekki vera auðvitað eina vöru þennan mánuðin og svo samkemminsala næsta mánuðin eða eitthvað annað vörumerki þá missur svolítið traust gagnvart neytendanum og það þarf svolítið að passa það að alveg eins og þú ert að búið til langtíma samband við neytendan þá ættir að búið til langtíma samband við áhrifavaldin sem verður svolítið svona þín persóna út á við Akkurat. Svo finnst mér líka bara við valið áhrifavaldum þá finnst mér allt og fáir notfæra sér gögnin á bakvið það sem að áhrifavaldur með margir sem horfa bara hann með rosa marga fylgjendur bara let's go en eru kannski ekki endilega að hugsa hvað mikið virkni á bakvið þessa fylgjenda tölu bara hvernig bara líffræðilega breyta hvernig svolítið kúltúrun hjá þessum áhrifavaldi og svo framvegis Mér finnst þetta gott æmi og ég alveg setið samtöl í gegnum tíðina það sem bæði bara með áhrifavöldum og bara fyrirtækjum það sem mín svona fyrsta spurning oft bara varandi áhrifavöldum bara hvernig demografían á bakvið þá sem að horfa, ekki það sem fylgjaðir heldur það sem að horfa á myndböndiðin og ég var lent í samtala sem áhrifavöldum bara, ég veit ekki bara hef ekki hugmynd og eins bara með fyrirtækin bara, við erum að spáði fyrir samstarf með þessum áhrifavald og það var bara hvað mælur með að spurja en það vinna mín, ég á að sinna því hlutverki og en þetta svona ég held að sé líka bara gott að velja þetta en ég held að líka breyt svolítið, ég á alveg mína uppáhalds áhrifavalda sem ég svona sækist alltaf í einhvern veginn að vinna ekki að nefna ég veit ekki, maður gerur svo og hvað með 2-3? Nei, bara dæmi áhrifavaldar sem að gera þetta vel ég skulum ekki spyrja þá sem gerir þetta illa nei þau eru búin að slöka upptökunni ég fíla Adam Helga já, samanlega frábær í því sem hann gerir og ég hef gaman að fylgjast með honum hvernig hann nálgast efni sitt og hvernig hann fer að gera hann er bara mjög faglegur og svona alltaf bara eru bara margir aðrir mér Sunniva Einars vann nýtt oft kannski miskilin mér finnst hún góður áhrifavaldur fyrir sinn markkóp hann ég hef ekki unnið mikið með henni sjálfur en hún gerir þetta vel og bara ég hef alltaf svona fíla hvernig hún presenta sig í samstörnum ef við förum aðeins yfir í bara svona upphafið vörumerki versus sala hvernig, núna aftur, við erum að hugsa bara með lítið budget með handana og þá þarf maður svolítið fókusra á að selja vöruna sína en á sama tíma skiptir máli að við séum að ná að byggja upp vitund á vörumerkinu og öllu sem að ástæðum á baku vörumerkið, hvað einkennandi, hver gildin og svo framvegis hvernig getur maður svolítið fyndið
jafnvægi einhvern veginn þarna á, þú veist, hvað mynd þú gera? Góð spurning. Sko, ég held að ég hafi svona verið nokkuð vókal með það í gegnum svona tíman að mér finnst þetta bara einfallega röng spurning. Og að svona, hvort maður kallar ranga spurningu, þetta ekki spurning annarkvort eða fyrir mér og Akkurat. Ég hef oft séð það gegnum svona tíðina það vera að tala og þetta er svona, ég sé þýðingu á þessu á hérna á Íslandi, það sem vera að tala branding sem langtíma árangur og performance eða þú veist árangurstrifna markasetning sem skammtíma árangur sem ég finnst svolítið gefa skakka mynd af því hvað þetta raunverulega út í að inn í end vinnur þetta saman þú veist miklu meira þú veist, og það bara alls konar rannsóknir sem gefa þetta kynna þú veist, sem vinni því að þú veist, ný rannsókn bara dögunum sem TikTok gaf út að þú veist, þeim sterkar sem branding þeim sterkar performance marketing þú veist, ef 4 af hverjum 10 aðeilum þekkja vörumerkið 43% ódýrara fyrir hver sala þú veist, ef 3 af hverjum 10 þekkja vörumerkið og það að finna milljón svona rannsóknir þetta og ég held að sé svolítið bara að þessi grunnur að veist, vitund þarf ekki alltaf að vera þú veist, á kostnað sölu eða sal á kostnað stiður alltaf hvort annað já, og ég held að sé svolítið bara að þú náttúrulega getur ekki selt neitt ef eftirspurnin ekki til staðar ef enginn veit hver þú þá enginn eftirspurn en á sama tíma og þú getur hort þess þegar kemur vitundur auglýsingar að nýta tæknina og gögnin sem við höfum til þess að lesa þess í veist, hvað vitundin að gera veist, og ég oft lendi í þessari umræði þar sem við erum að tala við erum að keyra sjónvarpsauglýsingu eða billboard eða vefborða og veist, svo þetta bara svona að ég ætla að finna út svona hvernig það gengur og að krossa fingur en alls konar gögn sem við höfum til þess að lesa bara í veist, hvernig bara verið að leita meira vörumerkinni gegnum Google verið fleiri fyrirspurnir gegnum gervigreindina að vörumerkinni eða þjónustunni sem þú veist að auglýsa kannski nú sér við sem að gegja herfer núna með plata ársins og ég veit ekki hvort því þess að tala tímörkin en þú veist og það er náttúrulega bara sala í verslun en mun það spæka upp í leitum, þú veist við erum með tólins og bara Google og Google Trends og gervigreindina og til þess að sjá hvaða áhrif þetta að hafa eru traffík inn á vefsíðunum þannig gegnum bara beina traffík þú veist með það bara fólk að skrifa bara nú series.is sem dæmi þú veist það að aukast í takt við þessa herferð þar sem við sjáum þú veist meiri áhuga eftir að þú ert að auglýsa ekki bara kannski að meta með mörgum smellum eða Google mörgum birtingum eða hvernig það þannig að mér finnst það svona það ekki spurning annarkvort eða heldur hvernig nýtum við tólin og styrkleika úr bæði til þess að byggja svona sterka einingu Þannig að stuttasvarið þá bara í rauninni bæði þú veist, ef að segjum bara til dæmis með mig ég á svona skarkgripamerki á ég þá í staðan fyrir að vera auglýsa bara einhver ákveðna típu hálsmenni ef ég væri að velja milli þess að gera það velja típu hálsmenni eða vörumerki í heild sinni bara fyrir hvað þetta stendur fyrir hver kjarnar skilabúðin þú getur ekki svaraði ef ég myndi spyrja ég bara með þetta budget ég ætla að velja annarkvort þegar að byrja að auglýsa hvort á ég að gera Ég myndi mæla með að byrja í bara vitundar auglýsingum sem leiðir af sér sölu út af því að þetta ekki heldur bara þú veist, við erum að horfa á allt sem kemur að stafrænum auglýsingum og ég held að það sé ofta hættulegasta sem við gerum að ég ætla að borga x mikið meta-auglýsingar hérna á mánuði og það eina sem ætlar að horfa í gegnum einhvern svona silo bara, ég borgaði x mikið í meta og það skilaði mér svona miklu og horfið bara á einn trakkar í rauninni hunsa öll utan aðkomandi áhrif vegna þess að samtali getur verið þannig að við erum að keyra auglýsing á meta þess með vitundarauglýsingar eða í billboard eða sjónvarpi eða kannski það en hvernig ætlar að mæla það öðru sem kannski bara það traffíkin í verslun eða þú ert með verslun til dæmis það kannski eða bara með e-commerce verslun á netinu það hvernig traffíkin, hversu sterkur traffíkin að koma inn, hvernig höldum við samtalana áfram og þetta ekki alltaf við erum alltaf að horfa á ég keyri þess að herferð og hvernig gekk hún í baksinn í speglunum og svo það bara hvað næst eldur finnst mér þetta meira spurningum hvernig nýti ég þann lærdóm sem úr því sem ég var að gera til þess að taka næsta skref hverju ætla ég að sleppa leiðinu hvað ætla ég að koma með nýtt inn og þú veist, og nota þú veist,
gögnin sem við verða til, þú veist, við erum alltaf að búa til eitthvað gögn, alltaf að búa, hvort sem að sé samband í viðskiptunum eða e-mail-lista eða þú veist, hvort sem að sé bara, það er eitthvað sem ítti bara auglýsingum að meta og það er náttúrulega bara hálf skeri hvað við getum gert með gögnin en það er bara stórlega vannýtt hvernig við höldum þessu samtali áfram þetta samtali er bara lifandi og markasetningin mér er bara svona lifandi lífvera, þú veist, hún hættir aldrei að þroskast eða þróast Samanlega og líka þó að þetta sé herferð sem er í þeim skilningi ekki vel heppnuð að því hún skilja ekki svakalega miklu sölu þá er þetta á sama tíma þá bara gögn það sem virkaði ekki og lærta mér hvernig maður ætlar ekki að gera hlutina Já, eða kannski skila hann einhver allt öðru og svo getur við farið þá með önnur skilaboð sem þú sérð og endurnýtt gögnin með þá öðrum öðru endamarkmið Akkurat Algjörlega Já. En við rættum aðeins í síðasta þætti þegar við vorum að tala svona fyrstu skrefin við stofnun vörumerkis hvað er mikilvægt að vita fyrsta lag fyrir hvað þú stendur og fyrir hvern varan eða þjónustan eða það sem þú ert að selja fyrir hvern það er Mér langar eins að tala dýbra þetta, svona markhópin hvernig á fólk að skilgreina markhópin sinn hvernig, eru margir til dæmis að leita til ykkar og eru bara kannski ekki með markhópin sinn eru bara að reyna að targeta alla Já, kannski svona kosturinn og gallin við að búa í Íslandi sko, hérna er að við erum það lítið land að í flestum tilvíkum eru við svolítið bara að tala um alla nema við sem er mjög sérhæfða vöru að þjónustu en ég held samt sem áður að það sé alltaf gott að byggja sér eitthvað kjarnamarkhóp og bara svona core manneski sem þú ætlar að skilgreina það getur verið kona sem býr í Vesturbænum á aldrinum 25-45 ára og er 2 barna móðir og gift kannski, þú veist og það er eitthvað algjör svona core markhópur en svo byggjur layers utan á þetta til þess að víkka út hópiðin og því að eins og tala um þú veist hvernig býrðu til veist, ekki markhópiðin heldur hvernig býrðu til community sem verður síðan tekur næsta skrif og tala þínu máli er þetta manneskja sem tala þínu máli og þá í þarlandi byggja leyirin utan á það samhliða því að það var samfelldar áhrif á milli þess að þau eru að tala vel vörumerkið og svo auglýsingarna sem átt að keyra þetta er bæði það sem er að gerast bara í samfélaginu og hvað við erum að segja sem vörumerki út á við Er einhver vörumerki sem þér finnst vera að gera þetta mjög vel að búa til community er með svolítið ákveðin svona vel skilgreint samfélag í rauninni og hefur náð bara góðum árangri með því ekkert svona íslenskt sko okay. Örglega það er pottið eitthvað íslenskt það var allan að koma ekki top of mind nei, ekkert svona strax sko. Okay. Og hvað kom top of mind til þér? Ég er fylgja einu sem ég er mjög hrifin af erlendis sem heitir Kinso okay. Og það er bara app sem er í þróun og þeir eru bara að gefa þér svolítið svona bara innsýn inn í bara ferlið og hver þau eru og með mjög sterkar svona content pillara þú veist í því bara hvað þú ert að leitast eftir að bæði svona founder-led content og svo ertu með fræðslu og þú veist og svo ertu bara með skemmtanagildi þú veist entertainment og þannig að þú veist þeir eru alltaf að halda þér inni þú veist ok, þú nefnir kannski ekki að horfa 10 vídeo hvað Kinso er heldur inn á milli komaði með eitthvað skemmtanagildi sem svona húka mig aftur inn í þráðinu þeirra sko og svo þú veist þannig að ég helst inni í fræðslunni líka þegar hún kemur Er þetta þá á TikTok eða? Já. Og Instagram Þannig og þeir bara svona eru mjög styrir skemmtilegir og en jú þú veist það er alls konar dæmi þú veist fólk sem býr sér til gott community og bara í gegnum lista og ég menna hvort sem maður elskar að hata það þú veist að Íslandi er með sterk community kannski vegna þess að þeir eru eina flugfélag á Íslandi en þú veist þeir eru náttúrulega mjög sterk community þú veist og vinna mikið fyrir því þú veist og ég seti nokkra félagstra sem Gísli markastjóri í Íslandi er að tala fyrir styrklega e-mail marketing hjá sér þú veist og bara veist, og það er náttúrulega bara community sem hann hefur líka Akkurat, ég hefði nefnilega alveg tekið Nova Já, algjörlega maður er alveg svona ég minnst það mjög flott svona community building sem þau hafa farið í og Livia sömuleiðis
Ég er ekki nóg mikið í lifi, sko. Nei, ég er greinlegst þar í þeirra samfélagi þarna. Mér þetta eitt í hausum að ég er endur ekki partur af því samfélagi en mér finnst þetta bara aðtöðanverk hvernig strákarnir í Reykjavík Roses, þekki ég það, fatamörkið, það er svona top of mind hjá mér þegar kemur að svona samfélagi kringum vörumörki. Þeir eru bara strákar sem að byrjuðu fatalínu út frá einhverju frumkvölaverkefni í menntaskóla í MS og þetta er orðið bara risa mér langar að segja köld. Það er ekki collaboration með 66? Jú, þeir hafa gert samstarfslínu með 66 og þeir eru, ef ég er ekki að segja að fara með nátt mál, þá er þeir búin að opna verslunni í Tókjó og þetta er alveg, það er svona... Ég er of gömul, ég er ekki... Nei, ég er ekki þarna þessi markkópur en ég bara hef fylgst aðeins með þessu og þarna þeir eru að gefa út til dæmis þessar kollablínu með 66 þá held ég að fólk hafi bara tjálta fyrir utan, krakkarnir bara þeir eru auðvitað að ná þessum limited edition flíkum og svona og það er alveg bara svona risa samfélagi mitt á Facebook, svona skiptimarkaður og vera að selja vörurnar og svona þannig að þeir... Það sé fullt af fyrirtækjum þannig, þú segir það þetta er náttúrulega húrra Reykjavík þeir gerur bara geðveitt community building hjá sér, algjör syndir sem að loka núna en hérna Alltaf sé auðveldara að búa til svona community building sérstaklega að hugsa yngri markkópa. Ég held að yngri markkóparnir sé bara svona aðgengilegri fyrir þessu. Ég er ekki viss fyrir ekki. Mér dætti bara strax að bara eitthvað prjónahópar og eitthvað öll þessi samfélag sem að myndast í gegnum þessi svona sérhæð áhugamál og bara skreitum húshópurinn á Facebook. Þetta er bara community í þeirra stærsta skilgreiningu sko. Bara alls konar fólk sem er að mála eða eitthvað svona þú finnir í einhverju samfélagi þannig að ég held að fer svolítið líka bara eftir vörunni og þjónustu sem úr þennan koma framfæri og hérna, ég menna, þú veist ég er í doktorfútból hérna á communitynu, ég hlusta á hann og mér finnst það skemmtilega og hann er alltaf búin að búa til bara einhverja vél þarna skilur sem ég, þú veist það er svona, ef einhver er búin að krakka leikið þarna, þá er það örugglega hér á haflega, þú veist, en hérna hann er bara mjög sterkur í þessu, þú veist, en hann líka gerir þetta mjög vel þegar kemur að contentinu sínu og hérna og bara, og bara hver hann er og hverja hann dregur að borðinu og svona til þess að svona sækja á mismöndi markkópa og hann er bara alltaf með hérna þættin á milli ljósi sögunar fótbolta þannig að það er hann á einhvern allt annan markkópa en sem hlusta kannski daglega og þannig að þetta er, ég held að fullt að dæmum við getum bara tekið heila þátt það er bara hausunum, ég er bara ding 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 að hugsa öll podcastin eða hlaðarpinn sem að búa til nei, maður hugsa bara eins og komið gott stelpunnar og þjóðmál og bara öll þessi podcast sem er að selja upp á live viðbyrði skipti til skipti, þetta er bara ekkert annað en þessi samfélag, við þurfum að prófa þetta ég er ekki tilbúin í ég er fyrstur og fremstur og mögulega inni, nei, þú amma ok, næsta mál mér langar svolítið að fara bara yfir kannski að því þú ert með reynsla að vinna með svo ótrúlegum bara fjölbreytileika og stærðagráðum af fyrirtækjum og hvort sem við séum bara frá því að þetta er ennþá bara í hugmyndafasa yfir í að þetta er bara risastórt corporation að hérna, þú veist, er eitthvað sem að þú hefur tekið eftir svona sem er eitthvað svona mistök sem að flest allir er að gera, eitthvað svona eitthvað hugsunaháttur eða eitthvað sem að þar kannski svolítið svona leiðrétta eitthvað sem að okkar hlustundur geta lært af sem þau ætla ekki að gera Já, þú veist, og hérna og ég held að sé bara ofta tíðum kannski svona að fara á stað án þess að vera með kannski svona fullmótaða hugmynd hvert þú ert að stefna og ég held að sé líka bara oft hérna og ég á oft þessa umræði sko, það sem maður hérna og maður tekur þetta og ég tekið þetta ekki um tíðina hérna, það sem er markmið er kannski ekki endilega það sem veist, hópurinn heldur þú veist, þegar þú ferð á stað hópurinn þá í fyrirtækinu? Já, það er bara kannski bara kostnað sem markastjóri eða jafnvel bara, þú veist, við sem sko auglýsingastofa þegar við förum á stað, það kannski endar allir á því þegar í hugmyndavinnunni er markmiði kannski eitthvað ákveð í brífinu en það verður sinni eitthvað annað þegar, þú veist, hugmyndavinnunni er búin að eiga sér stað þá bara þróast og þroskast. Kannski búin að sjá hvernig viðbröðun fóru eitthvað átt. Já, og ég held að sé líka bara, maður oft tekið þetta hérna, já, oft dæmum þetta hérna, ég tekið bara hvað með það dæmisög hérna, en hérna veist, ég hef átt samtal við viðskiptum sem sagði hérna, kom á fund og sér sagði hérna
ég spurði hana bara, hvað markmiðið þitt með þessu og þau sögðu já, við viljum stækka fylgjendahópin okkur Instagram og þá var þetta svona, ok, ég get gert það, þú veist, en það ákveðnar aðferðir til að gera það, hvað viltu að þessi fylgjendahópur geri? Fara inn á vefsíðunum mína, ok, þannig að markmiðið ekki að stækka fylgjendahópin, það að beina traffíkinu á vefsíðunum og svo þetta, hvað viltu að fólki gera á vefsíðunum? Nú, kaupi vörunum mína, þannig að ok, markmiðið svo sala, en ekki fylgjendahópur, þetta þetta íkt dæmi, en Nei, mér finnst þetta bara mjög algengt dæmi. Já, þannig að þetta svona að ég held að þetta sé kannski, ef við getum kallað mistök, að svolítið líka bara skilgreina, hvað viltu raunverulega út úr, hvað endamarkið þitt og þá líka að geta, þegar þú ert komin þessa vegferð, þá veistum líka oft kannski mistökin sem að horfa á að við erum ekki að hugsa vegferðina frá A til Ö. Við erum kannski bara að horfa hana innan eitthvað svona ákveðna marka, það sem bara, þetta herferðin mín. En við erum kannski ekki búin að horfa á þú segir bara, ég ætla í herferðin í nóvember eða nóvember-desember en þú ætlar ekki að pæli hvað ætlar að gera áður en herferðin fyrir á stað hvað ætlar að gera eftir að herferðin líkur hvað þýðir árangur fyrir þig veist, hvað gerir þig ánæðan sem veist, bara framkvæmdastjóri eða markaðsstjóri eða hvað sem það veist, það bara, þá er ekki meiri sala eða meiri vitund, veist, hvernig ætlar að mæla það til þess að þú getur actually skilgreind skila þetta árangri eða ekki. Já. Það getur allt frá að vera bara, það kostaði svona og ég fekk svona mikið tekjur. Veist, og það er ekki að flækja það. Þannig að brjóta niður markmiðin, gera þau skýrari. Já. Ekki bara einmitt að vera með eitt markmið sem að selja, sem er markmið basically allra. Já, hvað önnur markmið eru með herferðum? Veist, er þetta vitundavakning eða er þetta hver er önnur markmið með herferðum? En svo er þetta oft líka bara, veist, það getur verið mismöndi markmið innan herferðana. Það sem þú ert kannski með ákveðin fasa, það sem kannski fyrsti fasin á herferðinni er vitundavakning, seinni fasin á herferðinni er sala eða lít eða byggja póstlista, það getur verið svo margt það getur verið alls konar, það fyrir bara eftir hvað ætlar að fá út úr í og það, ég held að það sé líka oft að markmið með herferðinni sé ekki bara alltaf bara eitthvað einsleitt, þú veist, heldur að við getum svolítið skilgreint hvað vil fá til fasa 1, hvað vil fá til fasa 2 og því að yfirleitt viljum við ekki að sama út úr herferðinni á degi 1 og degi 60 þú veist við höfum að keyra þú veist oftast næð, þú veist erum við kannski búin að segja að dagur 1 til 30 er vitundavakningi mín þú veist dagur 30 til 60 er það sem ég er búin að búa til svörun og vitund veist, en hvernig ætla ég að halda því samtali áfram í stæðan að vera að keyra bara sama efnið, sömu skilaboð vonaða besta og svo bara og ég kannski bara metta hópið minn þú veist við búum ekki í Bandaríkjunum með Bretlandi þar sem það er bara endalaust brunnur af nýjum notendum. Hvernig veitum við að það sé búið að metta hópin? Mismunandi. Það er svona klassíska markaðsmenningin, it depends sko, en ég held að sé bara svolítið líka bara við sjáum það alls konar mælikvarðar sem við notum þú veist, hjá okkur sem við svona skoðum þú veist, hvernig drop-off er og hvenar fer eftirspurn eftir vörumerkinu að minnka þú veist, bara í hvort sem það sé gegnum bara rannsókn greiningatól sem við notum eða bara gegnum bara miðlana sjálfa en ég held að það sé líka bara ég held að það sé oft svona gott bara að horfa til þess að þú vilt ekki vera að byrtast ofta svona 5-7 sinum þú veist, fyrir einstaklingin innan 30 daga tímabils þú veist, eftir það ertu fann að metta þig. Já. Núna erum við að tala við líka fólk sem að er örgulega bara að bústa sjálft meðan þú ert oftast að horfa hinum megin frá, þú ert að nota auglýsingakerfi Meta og hinna miðlana þú veist, þeir sem að eru að bústa hvernig geta þau gert það vel? Fyrsta spurninga kannski ætti frekar að vera er fólk ennþá nota bústakkan í dag og ef það er að því, ætti það að vera að því? Já, fullt af fólki og þú varum að tala um aðan hvernig við þróast þú veist, í den sko, þá var það náttúrulega bara döðasund fyrir manni þú veist, en svo líka bara þegar maður þroskast og ég sé bara það er ekkert að því, það hafa ekkert allir tíma að setja niður frá tölvuna og ég segi þetta svona oft við fólk að ef þú hefur ekki tíma til að setjast niður og fara yfir það sem er að gerast í auglýsingakerfinu þá græður endur ekki droslega mikið á því að vera að nota auglýsingakerfi fyrir postnapin postnapin er fín eða þú ert bara á ferðinni og það kom ykkur á framfæri en auðvitað þarf að huga að þú veist, það er svona klassísku leiðin þú veist,
með rétta stærðir í réttum miðlum, þú veist, ekki keyra hérna It's and Maiden í story og allt þetta sem oft svona getur gerst þegar þú ert á hlaupum og þú veist, passa bara að velja rétt placement til þess að vörumerkið þetta og líka fái þess að faglu ásýnd út af við þú veist, þannig að hérna, en veist, ég ekkert á móti að nota hann, þú veist, ef það hendar og virka fyrir marga og hérna, en þetta mæli ég með hinu, það er ítalegur tól og við fáum betri gögn og betri greiningu og hérna, en veist, ef þú hefur ekki tíma eða alltaf bara að gera allt á miðnætti eitthvað neginn og hérna, veist, þá kannski færðu lítið út úr því. Já, æðibiti vikunar þessu sinni, hann er svolítið frábrugðin þess að við verðum með hinga til. Ok, ég er mjög spennt. Þó að þeir hafi nú verið fjölbreyttir, sko. Já, við erum búin að fara víða völl með æðibitan okkar. Já, en þetta er svona ekki kannski tengt einhverju verslun eða þjónustu eða markaðsmálum yfir höfuð, en æðibiti vikunar eru úlingar. Ok. Já, bara úlingar yfir höfuð og sérstaklega úlingarnir í Vassendahverfinu sem eru vinir dóttur minnar. Ég er búin að vera með bara eitthvað svona hlýtt í hjartanu síðustu daga. Þau eru bara búin að vera svo mikið heima, alls konar krakkar og ekkert bara á Vassendahverfinu, bara úr öðrum hverfum líka á þessum. Og ég finn svo mikið hjá þessari kynslóð, þeir eru fædd 2013, mér finnst þau svo einlæg og þau eru bara að tala svo fallega til hvers annars, alls ekki alltaf, ég er ekki að segja það, koma alveg upp drama og svona, en mér finnst bara þegar ég er að skoða samfélagsmiðlana hjá þeim, ég fylgist alveg vel með svona, bara TikTok og svona þeir sem eru á því, sem er ekki dóttir mín bæði, en þarna, bara hvernig þau skrifa til hvers annars, þeir byggja hvort annað upp og rósa svo mikið og svo er ég farin að finna þetta líka hvernig eins og vinkonur hennar tala við mig og ég með dæmi, nú er að taka þetta upp nokkru dögum eftir ég átti ammæli og ég fekk bara, ég var í meir verið að lesa þetta, ég nafngreina ekki en hérna er ein 13 ára vinkonu dóttur minni að senda mér til hamingju með ammælið, þú ert svo skemmtileg og frábær, þú ert að standa þig svo vel í þessum podcastum, þú ert án jokes bara svo yndisleg, njóttu dagsins queen. Hvenær hefði maður þegar maður er 13 ára sendt eitthvað svona á mömmu vinkunum, mér finnst þetta bara svo mér finnst þetta svo sætt. Þetta er mjög sætt, og mjög einlægt. Þeir eru bara svo góð og þetta tengist líka aðeins inn á þetta podcastu svona því ég er aftur, nú erum við byrjað að fá svona svolítið mikið viðbrögð við þáttunum og mér finnst alltaf bara merkilegt í rauninni og bara yndislegt þegar fólk, ókunnigt fólk gefur sér tíma til að senda manni skilaboð og bara tala eitthvað svona sem að hreyði við þeim í þættinum eða ef það var eitthvað svona sem að peppa eða eitthvað þetta á í rauninni að vera æðibiti til að minna á bara að deila ástæðum ekki. Nei, bara þegar þú sér einhvern gera eitthvað vel að bara hrósa og senda og einhvern veginn, þetta er ekki sjálfsagt og þannig að þetta var svona tvíþætt. Já, ég sammála, ég þakka alltaf alveg sérstaklega eftir að byrja þessu að því ég er að fara svo ótrúlega langt út fyrir minn þægindarama, finnst mér að þegar að fólki í kringum mig er að senda mér bara eitthvað þáttin, eitthvað hvað þeim fannst bara hvað sem er þá er ég alltaf bara fyrst að bara vá, takk fyrir að gefa þið tíma til að senda mér að því ég tekur svo alls ekki sem sjálfsögðan hlut og ég hef talað með áður bara, ég hugsa alltaf þegar ég fæði svona skilaboð guð, ég þarf sjálf að vera duglegri því ég er ekki nóg dugleg þegar ég er að hlusta á eitthvað eða sé eitthvað sem að gera góða hluti, ég er ekkit endilega að rífa upp síman og senda en maður ætti að gera það sko. Ég held að ég gera þetta í svona rassíu stundum er ég bara, spreading the love bara út allt og ég bara senda og ég sendi líka, ég hef sendt á ókunna sem ég veit að eru kannski með lítið fyrirtæki og það er kannski eitthvað vill einhver staðar að eitthvað er ekki, þá sendi ég bara ábendingu frá bara svona með ást og umhyggju sko, bara til að reyna að hjálpa. Það er bara af umhyggju, og æðibitin er bara að gefa hrós og... Já, þetta þróast, þetta átti fyrst að vera svona bara hvað úlingaræðislega er í dag og svo fór ég einhvern veginn að hugsa þetta að það eru ekki bara úlingarnir en sérstaklega hrós til þeirra og bara hvað einhvern veginn, að því að það er alltaf verið að tala um svona gangakynslóðanir svona og svona, þá bara finnst mér þau eiga skilið stórt hrós og krakkarnir upp á Vassenda. Æðibiti vikunar. Við erum komið svo mikla dýft núna og mikið svona fræðilegum hugtökum sem við búin að poppa upp hérna, en ég var spæk hvort þetta mikið að fara hans í léttari lið og Arna er búin að taka saman nokkrar hraðaspurningar fyrir þig sem er í boði Kristall Plus
Þannig að ég mælu með að fá sér bara góðan sopa til að skýra hugsunina og vera með góðan fókus af því að þetta á bara að vera að fyrsta sem kemur upp í hugan. Þú veit ekki að ofugsa neitt svörin við þessu og... Ok. Þið klar? Let's go. Þannig að nú ætla ég bara að fylgjast með. Ok, þú voru bara svara hratt. Lífræn dreifing, organic eða kostaður auglýsingar? Paid ads. Lífræn dreifing. Ok. Píla eða shuffle og okki? Píla. Dökkar góðsúkularúsnur eða ljósar góðsúkularúsnur? Ljósar, mér dökkar eitthvað skrítið, sko. Dökkar er best. Birta efni fast á ákveðnu tímum eða bara hvenær sem er? Fyrir eftir hvenær markkópurinn er virkur. Ronaldo eða Messi? Messi. Að útvista markasetningu eða gera þetta sjálfur? Blanda bæði. Fyrir B2B markað, LinkedIn eða Facebook? Facebook. Margir fylgjendur eða virkir fylgjendur? Virkir. Sábrunir. Áhrifavaldar eða user generated content? Ég veit ekki hvernig ég á að segja það í íslensku. Ekki heldur. Nei. User generated content með áhrifavaldum. Ok. Hljóðlaus myndbönd með texta eða myndbönd með tali og tónlist? Tali og tónlist. Ekki texta? Nei, ekki. Ég held að ég bara búið að þróast svolítið mikið í að vera bara, fólki bara að fara að hlusta bara á það, ópenbarlega. Það er ekki að feimið vita hvað var áður. Nei. En þetta myndi ég vilja texta ofan á líka. Já, helst bæti þið við. Ok. Út frá branding, Sjálfstæðisflokkurinn eða Miðflokkurinn? Sjálfstæðisflokkurinn. Ok. Þetta var fjölbreytt. Súkularúsinum yfir í bara Miðflokkinn og Messi. Það koma alls konar. Sko, ef við förum aðeins bara að því að við endum hana á stjórnmálflokkunum, en þú fórst einmitt svolítið svona yfir það í síðustu kosningum og mér langaði svolítið bara svona, þú veist, út frá vörumerki, hvaða, að því margir þar eru nýjir, þannig að þetta er svolítið svona frumkvöldastar sem í gangi, hvað finnst þér einkenna gott vörumerki hjá Sjálfstæðisflokknum, hjá stjórnmálaflokkum og hver að þeim finnst þér gera þetta best svona, þú veist, almennt, þú veist, þvert á? Góð spurning, sko. Erfið spurning. Þú veist ekki að meina bara núna í síðustu kosningum eða bara svona heilt yfir bara gegnum árin? Í síðustu kosningum, af því það eru komnir flokkar sem voru ekki þar síðast sem að hafa verið að þróa vörumerki sitt síðan síðast. Já. Ég held að sé svolítið bara sko fyrst og fremst finnst mér að líka vera þannig sko, oddvitar stjórnmálaflokkana eru svolítið ofta því vörumerki flokksins sjálfs og og þú veist, það sem þau eru út af við er svolítið tala fyrir flokkin. Talað að byggja upp kultúr. Já, akkurat og og ég meina, maður hætti að taka þetta skilur bara bæði síðustu fórstakosningum og núna bara, þú veist, Hall Tómas að býr til kultúr á TikTok meðan og dóttir sín að stýra TikTok-kontinu og gerði það ótrúlega vel og ég held að það hefði skilur miklu fyrir hana. Ég hugsa það líka. Og og eins bara við sáum í síðustu borgarstjórnarkosningum, þú veist, það sem við sáum hvernig bara flokkar voru að nálgast líka bara content sitt allt öðruvísi. Allt öðruvísi. Allt inn bara komin makar og þú veist bara komin inn í eldhús hjá fólki að vera að sína miklu persónulegri hliðar. Já, miklu hrárri hlið, þú veist, við erum orðin einhvern óhrættri að vera bara svolítið svona lið, og mannleg og ég held að það sé svolítið svona eitthvað sem við munum sjá svolítið, þú veist, stjórnmálaflokkana gera er að, þú veist, það er það sem þeir þurfa svolítið að gera sem vörumerki, þú veist, það er bara vera svona sitt eigið svona authentic self, þú veist, í staðin fyrir 15 árum eða 10 árum, þú veist, þá var þetta svolítið þessi glansmynd sem við viljum sína og en ég held að sé líka bara smá útúr er að ég held að sé bara svo hættulegt er að kemur að kontenti á miðlum er að, þú veist, virka bara ekkert lengur og segja bara, ég ætla að búi til þessa sjónvarpsauglýsingu og hún fer bara á alla miðlana mína og eða ég ætla að búi til þessa grafísku auglýsingu og hún fer á Facebook og Instagram og TikTok og vegna þess að ég bjóna til fyrir billboard eða hvernig sem það er í dag virkar það bara ekki, við bara það er allt öðruvísi
hegðun inn á þessum miðlum og þeir virka vel upp á billboardi eða kannski við erum búin að búið til eitthvað auglýsingu á samfélagsmiðlum og svo ætlum við að banta hennar billboard auglýsingu og textin er svo lítill og það sér það enginn, þú veist, og hérna ég er með heilt albúm af svona misheppnum billboard auglýsingum. En ég held ég bara svona ég ætla ekki að segja þetta frá mér, ég stæði þessu fyrir nokkrum árum af fyrirlestur sem ég var á, hvort það var bara á Ímark eða eitthvað, og þetta set svolítið í mér, það er bara þumalputta regla mín yfirleitt svo að þegar ég er með hann auglýsingu, ég vill helst ekki vera með fleiri en 7 orð á auglýsingunni og þú hefur oftast nær þegar þú ert að annarkvæmt skrolla eða gera framhjá, hefur ekki tíma til þess að lesa sem stendur og þú vilt helst ekki að billboard auglýsingin sé með það miklum texta og þú ert að keyra fram henni 3 svartla ná samhengi. Og hvað þá að reyna að leita af logoinu? En ertu að meina þá 7 orða auglýsingu bara almennt en ekki bara billboard? Bara líka á Facebook auglýsingum? Ég, þetta er bara fín þumalputaregla. Þú veist, þú svona og svipa athyglisbann á skrollinu og á ferðinni. Já, í rauninni, þú veist, og en reglur gerða til þess að brjóta þær og allt það, en þetta er svona bara góð þumalputaregla. Þetta er ekki að segja, þetta má fyrir 9 eða 10 eða eitthvað líka en mér finnst þetta bara oft gott til þess að koma skilabóðum áleiðis vegna þess að svo erum við með vefsíðunar okkar og fleira svona til þess að gefa þessu samhengi. Þú veist, alveg svo meta og þetta nú vinn ég mest megnis í digital auglýsingum en mér finnst það líka oft vera bara þannig að það gleymist oft að vera hanna auglýsinguna að þú keyrir auglýsinguna gegnum Facebook eða Instagram eða TikTok er að auglýsingin stendur sjaldnast stök. Þú veist, heldur hún í kontekstu við að hún er byrt frá prófílniðinum sem er með logoðniðinu og svo kemur texti sem segir hvað auglýsingin er þú veist hvað koncept úr auglýsa svo er þetta með headline undir kannski sem kemur og segir, þú veist, smeltu hér til þess að fá vita meira eða kaupa þessa vöru eða, þú veist, en ef við horfum bara á þetta í hönnunarferlinu, þú veist, þá eigum við til að gleyma þetta er ekki eina representationin af auglýsingunni. Nei, horfa á heildarmyndina, mér finnst þetta líka stundum gleymast þegar fyrirtæki er að senda út tölvupósta á póstlistanum að hugsa ekki út í þú sérð previewið, þú sérð fyrirsögnina og einhvern veginn að þetta er ekki alltaf í syngi þannig að já, þú þarft einhvern veginn að horfa á heildarmyndina hvernig þetta birtist á hvaða miðli fyrir sig áður en þú sendir þetta út. Ég held líka bara, þú veist, mér finnst það gott dæmi með það við horfum á Instagram story og Instagram reels og ég bara TikTok í raun og getur sagt þótt þessi allt sama stærðin þá ættir ekki að byrta sama efni veist, Instagram story er það sem veist, við erum með community okkar, það eru fyrirtæki sem er að fylgja, það eru vinur okkar, fjölskylda og fleira veist, þar er ég kannski ekki opin fyrir svona disruptioninu sem er kannski auglýsingin á meðan ég er að skrolla Instagram reels þar sem þú ert ekki að skoða efni frá viniðinu með fjölskyldu, þú ert að skoða efni sem frá ókunnum og þú ert að uppgötu eitthvað það er bara fræðandi, þú veist, og þar ertu kannski opnar fyrir disruptioninu sem auglýsingin er eins með TikTok, þú veist, þannig að Reels og TikTok virkar svona kannski svipa. Það má byrta sama myndbandi á Reels og Instagram og TikTok, er það ekki? Það er náttúrulega bara eftir, en TikTok er náttúrulega bara gerður á því að Instagram Reels er alltaf að þróast meiri áttina að hvernig TikTok er náttúrulega, en Instagram Reels er náttúrulega miklu háður í hvað community er, en TikTok er bara skiptir henni nánast eða ekki máli hvort sér með 50.000 fylgjendur eða 1000. Það er eiginlega alveg með eitthvað líkur að vídeoið geti farið væral. Já, þú getur aldrei spáð fyrir það. Nei. Já, þetta er mjög áhugaverðar pælingar. Já, mér langar smá að halda áfram með stjórnmálum minna. Fyrir ekki það, ég datt út. Nei, ég sá hann með þetta, ég er ekki að fara að dröfla þetta flæðið sem er í gangi hérna. Þú veist, núna eru kosningar búnar, herrferðin er búin. En vörumerkja uppbyggingin þarf að halda áfram. Þú ert ekki lengur að reyna að selja eitthvað, þú ert ekki lengur að reyna að fá atkvæðin at this point in time, en þú vilt fá þér síðan meir og þú vilt stækka fylgið. Þannig að hvernig eiga þessi vörumerki, þessi stjórnmálaflokkar að viðhalda, þú veist, þurfa þeim það vera að sína í sitt persónulega líf, þú veist, hversu langt eiga þau að ganga áfram til að búa til og stækka samfélagið sitt versus ekki, þú veist, að því að mér veist flestir bara svolítið svona nú er bara svona verið bara svona allt noisi farið, það er engin að sína jafn mikið lengur, það er engin að ég er ekki lengur núna að fá á Reels eitthvað vídeo frá einhverjum að vaska upp heima þessir eða Mér finnst það
góður punktur því að sko, alveg svo vorum að tala áðan þá snýst það svolítið þú veist, nú þessi herferð búin það sem komið en þú veist, hvernig ætlar að halda áfram að samtalinu, þú veist, því að samtalið alltaf lifandi, það því ekki endilega þarft að vera virkur og þú varst á meðan á herferðinu stendur, þú veist, kannski ekki með sama fjármagn eða sama, þú veist, sem er sjálfboðaliða eða hvernig það en þú veist, þetta fer oft svolítið úr því að verða stjórnmálaflokkanir, þú veist, á þess að taka einhvern út, þú veist, sérstakann fyrir en það að þú veist inn í herferðtímabilinu þurfa stjórnmálaflokkanir á samfélaginu að halda til að kjósa sig, en svo þegar því er lokið, þá verður þetta oft svolítið bara svona hér í greininu það sem við erum að vinna og hér er þetta sem við erum að gera og, veist, það verður ekki lengið þetta connection einhvern veginn. Þú ert einhvern veginn hættur að horfa á þetta frá því að þetta sé frá stjórnmálaflokk, þú veist, frá neytendanum, eða þú veist, þeim kjósendunum heldur fyrir að vera, hvað viljum við segja út á við og þetta svona, það verður svolítið svona push method, þú veist, og við tölum átt svona push og pull methodology, þú veist, einhvern veginn þú ert að push út skilabónuðinum, en hvernig færðu markupin til að koma nær þér, þú veist, púlar þau, þú veist, hvernig heldur þeim svona committed í, þú veist, að fylgjast með þér. Þú veist, auðvitað ertu með svona einstaklingar svona eins og Brynjan Níels skilur sem bara, hann er bara með sitt samfélag sem þú veist, og bara búin að byggja það vel upp, þú veist, alveg sem að fólk sem sammálunum ekki, þú veist, það er jákvætt og neikvætt svörn sem kemur oft við því sem hann er að koma framfæri, hann er mjög skemmtilegur og hann er svona humoristi og gerir bara grínu sjálfum sér svolítið og það er bara, og hann hefur búið til sterkt samfélag þannig sem heldur sér svolítið virkum en það mætti alveg fleiri hugsa þetta til lengri tíma, ekki fara bara í 7. gír og svo bara í hlutlausan. Ég hef myndi hugsað þetta, stjórnarflokkarnir ráða sér kosningastjóra bara í kringum kosningarnar sem er með bara í forsvari fyrir að vera að stjórna allri umræðin í rauninni, bara þú ert að fara í viðtal hér og þú ert að segja þetta er skilabúðin í þessari viku og en hérna 11 mánuðin ári, það er kannski bara eitthvað, það er ekki strategía. Nei. Ég hugsa að þeir sem að munu hugsa fyrir þessu munu jafnvel ekki þurfa jafn mikið rembing síðan mér. Sammála. Þeir getur bara að fara í 4. gír. Það er rétt. Nei, ég held að sé líka bara þetta er ekki þessi start-stopp sko, þú veist, þannig að þú veist, það er eiginlega versta sem þú gerir er veist, að stoppa veist, algjörlega, veist, það er að skala niður og skala upp og hérna, en ég held að sé bara við þurfum alltaf að horfa við því, þú veist, hvernig höldum við svona lágmarks samtali lifandi. Einmitt. Og ég held að það sé alveg einmitt kannski bara eitthvað sem allir mættu taka að sér, því að maður fær oft fyrirspurnir bara við ætlum að fara hérna í herferð og í 2 mánuði og svo er ekkert gert kannski í 8 mánuði og svo aftur 2 mánuði og þú veist að það sjá ekki að það er ekki að virka lengur að fara í eitthvað svona eitt átak, þú veist, þetta þarf að vera svolítið einhverjum með svona grunnskilabóð sem er í gangi og svo er hægt að byggja upp eitthvað ákveðna póla hér og þar. Ég held að sé líka bara svolítið svona consistency, það þarf að vera svolítið og ég held að sé að það getur líka oft verið að maður heldur svona að þetta er hræðsla, þú veist, og því að það er oft talað að þetta sé svona best practice er hérna það er að byrta 2 viku á TikTok og það er að byrta 2 viku á Instagram og þú veist, 1 viku á Facebook og svo þarf að vera með þessar auglýsingar og þú veist, málið er bara þú veist, það er betra að byrta 1 mánuð á TikTok, þú veist, content sem er valuable, þú veist, með einhver value proposition fyrir viðskiptavininn en neytendan en að byrta bara eitthvað svona vanity content sem bara þú ert eða bara að segja að ég ætla bara að koma svo út. Bara til að byrta eitthvað. Já, þú veist, geðu þið bara frekar tíma til þess að hugsa, þú veist, eins og maður segir, þú veist, skoðaðu, þú veist, hvað er fólk að kommenta? Hvað er fólk að, þú veist, hvað er fólk að tala um? Að tala um, þú veist, þú getur bara þess vegna bara svona, veist, farið inn í ChatGPT og skrifaðu bara, skreipaðu Facebook, Instagram, Reddit, Twitter og segjum bara hvað er fólk helst að spurja að, þú veist, þegar það kemur að þessu vörumerki, þessari þjónustu þessi þema, þú veist, út í að gögnin eru þannig til staðar veist, en þá er það sín okkar svolítið svona að fara í hvað skiptir máli, þú veist, eins og líka bara ég meina hérna eins og bara með veist, yngri kynslóðuna, þú veist, maður er búin að lesa mikið um að þú veist, þetta er, veist, það er mikil kvíði í gangi á yngri kynslóðuna svona, og, veist, og þau eru mjög svona vókal með það sem er mjög jákvæð þróun alltaf, en þá er líka svo ótrúlega sterkt fyrir okkur bara að fara inn og segja bara hvað hefur seta mestar áhyggjur af þegar kemur að peningamálum,
það er kannski fyrir bankana þú veist, eða það kemur háskólanámi þú veist, eða framhaldsskólanámi hvernig það er bara, hvernig geta menntastofnunir, þú veist, þá nálgast þessa kvíðavaldandi spurningar til þess að segja, við ætlum að svara þessum spurningum, við sem menntastofnun höfum, getum svarað þessum spurningum út í að þau að vera að spyrja þessu út og við höfum aðgangað þessu. Já. Ég ætla að spyrja þig úti nánar, þú veist að tala þarna, þetta er svo mikil pressa að vera með 2 posta á viku á TikTok, 2 posta á viku á Instagram og svona. Ég þekki það nú bara sjálf verandi með þetta podcast og bara frá öðrum sem ég heyrt sem eru með hlaðvarp og svona og heyri þetta líka frá bara fólki sem ég þekki sem eru að reka veitingastaði. Það er svo mikil pressa að vera með mikinn sýnileika á samfélagsmiðlum og svona og þetta er lúmsk vinna, fólk gerir sér ekkert grein fyrir allir vinnunum sem eru bak við eitt stutt 10 sekundna Instagram reel og svona talandi að byrta gæða efni einu sinni í mánuði en er í búið að sleppa þessu bara ef fólk ætlar að vera bara, mér langar bara að gera podcast mér langar bara með veitingastað, ég nenni ekki að vera einhver samfélagsmiðlastjárna líka á fólk frekar bara að sleppa þessu þá í staðin fyrir að mikla þetta svona fyrir sér eða góð spurning, er það í boði yfir höfuð að sleppa því að vera bara með vörumerki og vera ekki með sýnileika á samfélagsmiðlum Þetta vinn ég í markasetningu, ég mun alltaf að segja nei við þessari spurningu en ég held að sé líka svolítið að finna þú veist, taktin þú veist, bara eins og við erum búin að tala þú veist gerðu bara frekar minna og eitthvað sem skiptir máli sem næ til hópsins þíns þú veist, þetta er alveg stólið úr mér hvað vörumerki heitir en mér finnst þetta frábært vörumerki og þú talar veitingastæði það sem veitingastæði í Bandaríkjunum sem bjó bara til serju bara þeirra daglega líf sem bara og bara content serju og content serjan sem vörumerki þeirra að sína bara day to day það bara, við erum að fara að sækja matinn sem við erum að elda við erum að hópfundur yfir hvernig matseðlun að vera það family dinner þú veist, á öllum sem vinna það farið við reikninga þú veist, það bara, þú bara að gefa þeim persónulegt touch í bara hver þau eru sem vörumerki þú veist, og þau eru sjálf samlokur bara sínum bak við tjöldin og þetta ekki, þú veist það þarf ekki alltaf að vera þessi glansmynd þú veist, þessi, jú, það sínum öll ákvæmna glansmynd á samfélagsmiðlum eitthvað leiti en ég held að sé líka bara svona sviftum bara hans hulun af því, þú veist, við viljum fá það ráa, þú veist, og það sem resonator, við erum öll þarna, þú veist, við erum, þú veist, ef við sem einstaklingar erum að reka fyrirtæki eða frumkvöldar, við erum ekkert að fara að sína ykkur hernaðarleyndamál, þú veist, heldur bara, það þurfa allir að fara að reikninga, það þurfa allir að undirbúa sig, það þurfa allir að fara í gegnum hérna og opna pöntun, þú veist, sem þú varst að fá og, þú veist, við sýndu það bara, stundum þetta 10 sekundur, stundum þetta 30 sekundur, þú veist, ekki alltaf endilega þessi það ekki alltaf að fara í CapCut og klippa allt og þú veist til þess að sé fullkomið Ég held einmitt eins og Írislíf bókari ég einmitt fylgja henni aðalega út frá þessu til að sjá, veist, ég hef engan áhuga á fjármálum eða bókhaldi, bara 0 en að sjá hana, hún bara sýndi frá því þegar hún var að fara að kaupa fyrirtæki og bara hún sýndi inn í bara inn í peita hjá sér skiluru og ég var bara það náði mér að sjá svona bak við tjöldinni mitt í bara hvað hún að gera og svo þetta mismundi, þú veist, þannig við kannski tala svona minni frumkvöla eða minni fyrirtæki, þetta eins og með veitingastæði ég held að bara fínt að horfa þetta þannig ef þú ferði gegnum feedið þitt og þú horfir á síðustu póstana, síðustu 30 daga segjum þú þér eigða þeim á morgun þeir bara hverfa, þetta eitthvað myndi sakna þeirra ef svo er nei af hverju þá byrti það en þú veist, ef þú horfur efni þú veist, og þú heldur virkilega að það sé efnið hana sem að skila ykkur eins og bara veitingastæðir auðvitað þarf að taka myndir af matnum og svona, en að taka mynd af súpu dagsins og byrsta það með brauði sem gæti nátt til 500 manns veist, og vinnan við það kannski bara við ætlum að fara í þessu ljósmyndatöku og svo ætlum að byrsta þetta og ég ætlum að pæla í textanum og ég ætlum að pæla í þessu og þú veist, allt innum kannski farin klukkutími eða 1,5 klukkutími að deginum einstaklinga, byrta fæslu sem gerir hvað En hvað þetta er ykkur eitthvað í hug sem að ef einhver myndi, eitthvað fyrirtæki eða vörumerki myndi eyða öllum færslunum sínum myndi þið sakna þess? Það er rosalega mörg fyrirtæki sem eiga bara eyða öllum færslunum sínum Já, örgulega fullt sko og
En þetta kannski meira svona dæmi Já, ég skildi, ég skildi Þetta kannski bara gott bara kannski emmar horfur bara tilbaka Ég fór bara eitthvað að hugsa býti hvað En svo þetta líka með svo gott dæmi sko, hver markkópur þér Nú einn veitingastæður sem mér finnst mjög flottur Ég fæ aldrei auglýsingar frá honum Ég gleymi honum alltaf En ég veit þetta rosalega flottu veitingastæður En Íslendingar eru náttúrulega bara ekkert markkópur hjá þessum veitingastæð Þannig að hann fer alltaf að gleymist hjá mér En ég veit þau eru ekki alltaf ég fá bara mjög góð review Þannig að það er þeirra markastrategi Það er ekki eitthvað mitt að setja eitthvað organik á Facebook Það er bara ekki, markkópur þeirra er bara ekki þar Það er community þeirra Ég meina reviewin eru líka bara það er ákveðin samfélagsmiðl Akkurat Og sérstaklega í dag, bara þegar kemur að gervigreind og annað og ég held fyrir veitingastæði sérstaklega sem að eru svolítið að stóla og fá túrista inn þá ætti þetta kannski að vera svolítið mjög ofalega á þeirra lista í staðin fyrir að vera að spá ég með súpu dagsins eða einhver slíkum postum ef ykkur að gera súpu dagsins þá er það bara frábært skilur en ég menni sem að segja þetta er eitthvað betur en ekki neitt en Svo þarf þetta ekki að vera flókið, mér langar að nefna einu svona litla dæmisögu sem þetta í huga því við erum að tala svona mikið veitingastæði og svona í tengslum við vörumerki sem að snúast oftar en ekki að skapa einhver svona hughrif svona frekar en súpu dagsins þá ég var neðis ég lægi sig að segja þess að sögu ömmu minni en hún var einhvern tímann búin að sjá hvort það var sjónvarpsauglýsing eða blaðauglýsing eða eitthvað frá semst Lækjabrekku nýri bæ og það var ekki mynd af súpu dagsins eða einhverjum nautasköngum eða lambasköngum heldur var mynd af svona ástfangnum eldri hjónum sem að sátu við bara og héldust í hendur og amma mín, fyrirgeðu amma mín að ég sé að segja þessa sögu en hún semst býr fyrir norðan og þegar hún kom til Reykjavíkur þá var hann alltaf munið eftir auglýsingunni þarna með stafn þau voru svo dásamlega hjónin og hann langaði bara að fara á hann að staða því að þetta var búið að vekja upp eitthvað svona tilfinningu og það er þetta sem ég held að í raun og veru ef maður er að byggja upp vörumerkja ímynd að fókusa meira á þetta og svona hvaða tilfinningu þú ætlar að skapa Ég held að það bara hittum þið naglinn á höfuðið annars ég held að sé miklu meira tilfinningunum sem er búin til með efninu frekar en eitthvað svona sem við erum alveg svona að tala erum við að segja eitthvað frá mér sem vekur upp enga tilfinningu eða erum við að setja upp content sem skiptir neytendópin máli vekur upp einhverja tilfinningar eins og þarna get ég ekki myndið að það hefur bara verið neitt texti annan bara myndað þessum eldri hjónum og svo bara logoið það þarf ekkert meira þannig að það er ekki alltaf að flækja hlutina Beauty við þetta er að ég hef oft lendi og bara lendi enn þann dag í dag í því að sem ég horfa okkur að mynd eða eitthvað vídeo og ég bara, nei þetta finnst mér nú ekki eitthvað flott eða eitthvað en svo bara svínvirkar þetta út af því að ég er kannski ekki markkópurinn og þá höfðar ekkert í mín þó að ég sé kannski að keyra út auglýsingarnar eða eitthvað en maður er oft svona ég myndi breyta þessu svona eða sé eitthvað herferð ég myndi ekki gera svona það er bara svínvirkar þetta og hver er þá ég að dæma það út af að það sem mér finnst er ekki heilagt út af að við erum öll bara að horfa í hvernig við bregðumst við auglýsingunum Já, það er þetta að fara svo margar hringi með þessu pælingar og bara hversu djúpt við ætlum að fara inn í eitthvað svona mér finnst svona áhugavert þessi vinkill út frá svona tilfinningum sem að vörumerki vekja en mér finnst þetta með sniðt að þegar við erum í samstarfi við miðbæ Selfoss og við erum að tala með hennar kúltúr og vekja upp tilfinningar bara svo það, þeir hefði alveg getað sleppt í að setja upp risaskjá fyrir utan í samfélagssvæðinu þau geta alveg sleppt í að vera með öll þessi tónlistakvöld og vera bara frekar að selja bara bjór en þau eru alltaf að hugsa byrju, hvaða fólk er líklegt til að koma hér og hvernig getur byggt á því sem tengist inn í þessa staðsendingu og þann fjölbreytta hóp fyrirtækja þetta er rosa fjölbreyttur hópur sem er saman komin í einu bara svipa eins og verslunarmiðstöðar þurfa að hugsa fyrir og Hafnarfjörður og allir þessi staðir að finna einhverja svona póla sem að geta tengst inn í þannan kúltúr sem þú ert að byggja þetta er samfélag, þetta snýst alltaf það þetta er ekki bara að selja einhverja vöru þetta er ekki bara að selja bjórin þetta er að þú manst frekar eftir að hafa séð Messi skora 5 mörk og varst þetta með vinuðinum að fagna í geggju veðri það er minningin þetta er líka bara að ég held
þetta er bara gott dæmi, þú segir Messi skora, það er 10 ár liðin síðan Ísland fór á EM í fótbolta, en við erum ennþá að tala einhvern veginn, það er fótboltsamfélagin bara, hvað við lifum lengi á, og þarna kom eitthvað moment þar sem við sem bara land bara stóðum öll, ég var að tala þetta bara síðast í gær og ég var nú fyrir það við konuna mína, það sem bara, ef Ísland var á HM núna, þeir væri bara að spila Bandaríkjunum 3, það er hálf þjóð með ekki mæti í vinnu, eins og við erum alltaf vaka bara frá 3 til 5 það var allir styttingu vinnu það er bara, við erum öll einhvern veginn að standa á bakvið, þarna er KSÍ að Ísland búið að byggja bara samfélag, bara mjög sterkt. Já, algjörlega. Fólk man ennþá bara, hvar varst þú þannig þegar Ísland vann leikinanna mútið Englandi? Það er svona, auglýsingar og efni sem bara nær til okkar, það er það sem skilur eitthvað eftir sig og þar náum við svolítið svona, og það er líka það sem bara við sem vinnum við þetta, við nærumst líka þessu, að búið til efni sem skiptir máli. Mér varst þið voru til þess að gera herferð og auglýsingagerð með Bíkomdæn, það sem er verið að fara inn á þjónustuna. Já. Og hún kveikt þessi svona hughrif hjá mér, af því að ég man ennþá eftir því ég var að leigja fyrir 10-11 ára síðan, meira, ég veit það ekki, einbýlishús með vinkonum mínum, mjög skemmtilegt ár, og þar var starfsmaður í Bíkó sem kendi mér að ekki skipta ljósperu, heldur að setja upp bara tengil og tengja, hvað heitir gaurinn sem peran fer svo í? Pass. Allavega bara tengja ljós, skilur við. Og hann bara kendi mér þetta í búðinni, gaf sér þvílíkan tíma, ég var þarna ein, hélt á okkur fullt af einhverju græjum og snúrum og dóti, og svo fór ég bara heim og ég tengdi ljós og mér leið bara eins og ég var rafvirki og ég var óstöðvandi. Og ég fór strax í þessa minningu við að sjá þessa auglýsingu. Og það er gaman við þetta, og líka sem gleymist oft í þessu er að þetta er ekki hugmynd sem bara vaknaði í daginn og bara let's go, og heldur það búið að setja óteljandi fundi og handritskrif og rýni og varðið sinni í tökur og svo klift nýri mismundi búta og við erum ennþá bara í fyrsta fasa þessari herferð. Já, ég spennt að sjá næsta. Og svo mun það bara fylgja eftir, hvernig ætlum við að byggja ofan á það, að akkurat þannig að næri þetta einhverjum hughrifum, hvernig ætlum ég að halda samtalena áfram við þig með öðru kontenti, öðru skilabóðum og fleiru. Og ég er spennt að sjá hvað ég fá næst. Já, þetta er svona svolítið að breytast held ég hjá fyrirtækjum og svona að vera einhvern veginn, við erum alltaf að tala um þessi samfélög, en líka bara svona almenna fræðslu, og ég segi bara til dæmis ég hef tekið eftir í Hagkaupi núna rosalega mikið með námskeið, bæði förðurinn námskeið bara fyrir fermingastelpur, alls konar svona, ég veit ekki, einhvers konar matreiðslu tengt námskeið og svo er þetta líka bara svona þemað heilt yfir bara myndbunda sem er verið að kenna grilla og eitthvað, svo þau eru ekki endilega bara sjáðu nýju steikin okkar, þau eru bara svona án þess að vera að selja einhverja ákveðna vöru eða sig sem og án þess að þetta sé þá líka heil sjónvarpsþáttur eða sería. Það er hægt að búa til bara brjóta miklu meira niður og líka það sem að ég elska það fyrirtæki gera er að endurnýta efnið. Þú gerðir eitt vídeo, svo gerður bloggur því vídeoi, svo gerður karusell úr því, að endurnýta úr getur við fengið kannski 7-10 mismunandi útgáfur efni úr sama efninu. Akkurat. Já, svo gerir við á baku tjöldin, Reel og Instagram, já, þetta er skemmtilegt, fólk er að hugsa líka út í það, Og bloopers, það sem einhver fyrir hálslið og... En mér finnst það líka bara góða punktur, nú erum við henni í podcasti og ég held ég sé orðin svo bílu plata upp í vinnu og ég tala alltaf sama podcasti sem ég finnst gera hlutinu svo ógislega vel. Er það þáttur okkar nummer 1? Það er að segja fyrir utan verðum ekki það er líka það. En það er Diary of a CEO með Stephen Bartlett og þess að kontentlega sé þú ferði við feedið hans og hvernig hann vinnur og hann var svo með markastjóra sem heitir Grace í Bretlandi sem er núna hætt hjá honum og ég hlustaði einu svona podcast með henni þar sem hún var að tala um þetta bara hvað þau voru kannski með sömu klippuna en voru bara að testa thumbnail bara hvað er húkin inn til þess að ná þér út af því að eins og þú segir, við getum kliftið í svona marga stutt að búta, það hefur auðvitað að búa til bara 60 sekundar vídeo bara þetta er umfylgdanefni þáttarins
en í staðin býr hann kannski til 6 klippur með 10 sekundar bútum þar sem bara svona svo droppar alltaf rétt á hann að segja punchline og sem verður til þess, nú langar maður hlusta hann þátt en mér langar að vita hann að segja ég greipi sjálf með að fara inn í þátt spóla til þess að finna bara hvað ert að fara að segja þú veist, og hérna, ég held að það sé líka hvernig náum við einstakling minn og ég held að bara sem mörg fyrirtæki sem gerir það og hérna, mörg fyrirtæki sem mættu svona gera það kannski örlítið betur, þú veist, út í að brandingulýsingin sem að heim í sjónvarpi hún virka kannski ekki eins á samfélagsmiðlum þú veist, það er að segja við náðum inn í 1.000.000 birtingar eða eitthvað en skipta þessar 1.000.000 birtingar raunverulega máli ef kannski bara 10% horfðu lengur en 3 sekúndur. Já, og þá kemur líka bara, þú veist, vildur endilega fá, sko, segjum bara smetli frá öllum, eða varstu með þannig sérhæðan hóp að þú ætti kannski vera, segjum bara, og getur verið að veljum að fá pláss á forsíðuvísi, eða þú ætlar að vera í einhverjum ákveðnum kaup fyrir utan hlutabréfamarkaðin inn á viðskiptasíðunni. Þú veist, það áttaði líka á því hvort viltu fá gæðin eða magnið. Og velja svo þaðan. Veist, ég hef alveg verið með herför núna eins og fyrir bara heimsreisu sem var alls ekki fyrir hinn almenna borgara, þetta er bara fyrir mjög spesifik hóp, að þá var ég að velja staðsetningar nákvæmlega út frá hegðuninni. Bara hvar ég taldi þennan litla kjarnahóp vera hvað mest. Og ég vildi ekki ég vildi ekki blasta og vera mest sýnileg. Ég held að það sé líka bara svolítið grunnur, en auðvitað sumar herferðir byggðar til þess að vera í blastinu. Þú veist, ég var alveg unni herferðir í gegnum tíðan sem að bara verið, þetta er bara opinmarkupur, þetta er bara allir, þú veist, þetta er bara þannig vörumerki. En á sama tíma hef ég líka unni með fyrirtæki sem ég kannski bara tala við 2000 manns. Þú veist, ég er bara að ná einhvern kór. Já, ég meina, þú veist, þið vart að selja eitthvað svona ákveðna vöru, bara þú vart að selja hérna reiðstígvél, þá ertu bara að taka þetta hestafólk. Það er ekki bara mig sem ekkert í hestunum. Þetta er alveg, þú veist, að vera ekki fyrir alla og það er bara eins og okkar markkópur fyrir þetta podcast, alls ekki fyrir alla sem finnst þetta bara ótrúlega óspennandi en fyrir þá sem hafa áhuga á markaðsmálum eða eru hugað einhverju þá er þetta bara gulskildi en og svo veit ég kannski sumir hlusta þátt 3 og aðrir 6 og það er líka svolítið með svona pæling hjá okkur, ok, við erum með þetta innan ákveðins ramma en svo erum við ákveðna fjölbreytni í þessum ramma. Akkurat. En svo er þetta líka gaman að þú segir þetta, þú veist, þú ert með fjölbreytni í rammanum, þú veist, hérna með eins og Davíð Símonar sem var hérna daginn, þú veist, ég hef unnið með honum í verkefni, að verkefni sem hann rætti í þættinum, þú veist, sem gekk ekkert frábærlega, en finnaður, þú veist, ég man að hann tala um það, hann lærið svo mikið að því, en þú veist, það er einhver 7-8 ár síðan, en þú veist, ég lærið alveg jafn mikið að því sjálfur, þú veist, ég gerir sjálfur fullt af mistökum þarna. Ég held að það sé ég held að það sé fullt beauty við að þú veist, ég ger ennþá mistök þann daginn í dag, þú veist, ég held að þú veist, hérna, ég er búin að vinna við þetta í 10 ár og þykir svona að vera nokkuð góður í því sem ég geri en hérna, en ég gerir mistök, þú veist, reglulega, þú veist, ég held að það sé beauty að maður sé ekki setja sig á okkur pedestól og halda maður ekki að gera mistök, þú veist, gerðu bara frekar mistökin og lærðu bara að þeim, þú veist. Manstu eftir einhverju svona herferði, einhverju dæmi svo getur nefnt, bara sem að það var pínu svona, ok, ég veit ekki hvernig þetta fer, tökum sénsinn og það er eitthvað sem floppaði. Mér finnst gaman að heyra svoleiðis sögur. Já, alveg örugglega. Já, kannski getum vel séð að vera nefna eitthvað ákveðin fyrirtæki eða eitthvað. Ég ger bara mistök daginn, þú veist, ég er bara svona klassísk mistök, þú vinnur í stafan marksendingu. Ég sett og ætlaði að gera svona lifetime budget á herferð og ég sett á daily budget og ég spottaði 30 því ég var búin að þrefaldi budgetinu, þú veist. Og ég þurfti bara að taka það á kassan og heyri viðskiptavinnum en þú veist, bara mannlega mistök, þú veist, en ég læra því en ég held líka bara Það ætti eiginlega að koma svona 2-falt samþykki þegar maður er í þessu skrefi. Það kemur reyndar. En ég held að sé líka bara, þú veist, eins og bara mér finnst gott að horfa það, við áttum dæmi bara um daginn, þú veist, það sem við keilum út herferð fyrir viðskiptavinn og svo byrjuðum við að keira hana og við sáum bara á gögnunum sem við að keira að byrjunin á myndbandinu sem við gerðum var ekki nógu sterkt, þú veist, það bara fólk var ekki að húkast inn, þú veist, þannig að það bara við sáum bara á fullt af byrtingum en það var bara, þú veist, 20% af fólkinu bara horfið lengri 3 sekundur þannig að það er svona, ok, þú veist við hefðum alveg getað að láta það bara rúlla
þú veist, það bara, við gerum þetta myndband og svona verður það, en við heyrðum í viðskiptunum sem bara, við ætlum að taka þetta tilbaka, við ætlum aðeins endurklippa það, aðeins að breyta það og það var til þess að, þú veist, það hækk tvöfaldaðist, þú veist, húkriði, eins og við bara breytum aðeins frontinum sem fyrstu 3 sekundunar, þú veist, það virkaði þarna, þú veist, út í að þetta var mjög árangursdrifið, þú veist, hérna sem við vildum ná inn, en þú veist, í staðið fyrir að segja bara, ég ætla bara að leyfa þess að rúlla hérna. Hverju breyttu þið? Ég fór út inn, hvað getur maður dregið lærdóm af þessu dæmi? Hvað svona sterkasti húkin sem maður nær fólk inn? Þetta var 3 spurningar í einni. Það er alls konar húkar, þú veist, og ég held að það sé bara mismyndist eftir svona hvernig, þú veist, það getur verið bara skoti, það getur verið jump cut í byrjun, það getur verið, þú veist, hvað er þetta að segja, þú veist, það er mjög þekkt núna eins og sérstaklega á TikTok og þú setur mækin og heldur á okkur ógeðslega skrýtnu, þú veist, og eins bara það er mjög vinsælt að segja að segja orð vitlaust, það veist, að það hafa fólk bara líka bara, þegar maður skrifa status helst að hafa einhverja stafsending villu. Já, til dæmis. En svo er það eins og við breytum þarna, þú veist, við vorum með svona hæga byrjun inn í myndbandi, þú veist, sem var svona vansi upp, en við sáum sem bara, en út í okkur fannst það svona aesthetically fallegast og það var það, þú veist, en við tókum þessum tilbaka og settum bara aðeins hraðar í byrjun, þú veist, það sem hvað sýndi svolítið þjónustuna sem vorum að koma framfæri bara strax til að segja bara ok, ég er að horfa á þetta, þú veist, þetta byrjaði svolítið svona branding, þú veist, vörumerki bara svona þetta vörumerki og svo með svona hægt og með svona fallum hljóðheim en við bara reyni fórum með því snýrum sér bara við þannig að vörumerki kom síðan svolítið bara endan, það er bara náðu mér inn og svo bara heldur þeir inni, þú veist, það er alls konar mælikvarðar sem ég get jargona hérna húkur eitt, hold eitt, view through eitt, þú veist, eitthvað svona sem maður horfir á en veist, bara að maður sé endalist að læra. Mér finnst þetta vera ótrúlega áhugavert spjall og við erum náttúrulega komin með tíman í raun og veru núna, en mér langar samt aðeins að nefna bara eins og ef við draugum þetta aðeins saman þá var ég svona persónulega bara svona eins róleri eftir þetta spjall og ég upplifði þetta líka eftir spjalli við Hjörtum daginn varðandi gervigreindina að því ég held að bæði það og bara svona markasetning og sérstaklega stafræn markasetning efni og svona, fólk er að mikla þetta svo mikið fyrir sér en ég heyri það alveg á þér að þetta er ekki svona, fólk þarf kannski ekki að mikla þetta svona fyrir sér og þetta er ekki svona rosalega harða reglur eins og virðist hafa verið, ég man til dæmis bara eins og með bústakkan sem við tala fólki í markaðsbransanum bara þú bara gerir þetta ekki sko, bara sjáu það bústu auglýsingin það fara þessu flotta fyrirtæki bara, og líka þetta að vera ekki að byrta eitthvað svona efni sem að þú er búin að eyða mörgum klukkutímum í, það má bara byrta hrátt og svona er þetta ekki pínu svona að breytast í raun og veru? Já, það kemur alltaf samfélagsmiðlum þú veist, og en svo sjáum við bara ég meina þú veist, sín er að koma með núna byrja að byrta auglýsingar sem eru svona reels þú veist, þannig að þeir eru að taka samfélagsmiðlavingillinn inn í TV, þú veist, einhvern veginn þannig að þú veist, það var einhver umræðum þetta á LinkedIn. Já, ok, ég er ekki búin að sjá hana en þú veist, þetta er svona jújú, auðvitað, þú veist, getum við lyft okkur að vera hans hrári og sérstaklega að kemur á samfélagsmiðlum en þú veist, einhver leiti spilar þetta saman og þetta er svolítið bara svona hvað pillar ertu með þú veist, einn pillar er hrár það er eitt fókuspunktur er kannski faglegri hann er fræðslan vörumerkið og hvað þið eru og hvað þið gerir, það má kannski vera aðeins meiri glansmynd en þú veist, skemmtanagildið og þú veist, svona behind the scenes og bloopers sem við tölum þú veist, máli sína við erum öll mannlega, við erum öll raunverulega sem vinnum að baka fyrirtæki. Þannig kannski vörumerkið þurfa ekki vera svona rosalega slípuð eins og áður fyrr, þau mega vera einmitt bara eitt karakter með vinunum, annar karakter í vinunni, þú veist, að vera mismöndi karakterinni og þannig kannski hægt að nýta miðlana til þess að sína þess að fjölbreyttu vitt af vörumerkinu. Já, bara eins og ég er líka að tala um hann, og ég mun deyja á sér hæð, að bara, þú veist, það er engin ein rétt leið til þess að markasetja og, þú veist, ef einhver segir við mig bara, nei, svona á þetta bara að vera, þú veist, þá ertu eða smá búin að missa mig, út af því að ég hef svona ég trúi því bara ekki og ég er sjálfur sífellt að læra eitthvað nýtt þú veist, og þar alveg finnst mér þetta líka bara að við eigum bara að vera móttækilega alveg sem hvort sem frumkvölar eða í markasetningu eða ykkur, eða bara sem vörumerki við vera móttækilega fyrir því að læra eitthvað nýtt og hvernig samfélagi kringum okkar að þróast, þannig að svo ótrúlega mikið óáþreifanlegum breytum sem hafa áhrif. Vá,
Þetta var geggjulók. Ég ætla að fara að segja, þú getur ekki sagt neitt til að toppa þetta sem við getum enda þáttin á. Gekkja. Ég hef ekki bara þakka þér kærlega fyrir komuna og við bara fylgjumst með þínum verkefnum áfram. Gekkja, takk fyrir mig. Þú ert að fylgja þér LinkedIn og fleiri stæðan. Já, það er skemmtilegt að fylgjast með LinkedIn. Þannig að mælum við að kíkja þangað. Gekkja, takk fyrir komuna.